Flest þekkjum við þau miklu vandamál sem blasa við í heiminum þessa dagana og hafa gert lengi. Við tölum oft þróunarríki í þessu sambandi. Það hafa kviknaðar hugmyndir að hvort að hugvísindi hafi eitthvað að segja lausn þessara vandamála, hvort að þau geti komið að lausninni. Stofnanir eins og UNESCO og Evrópuráðið hafa til dæmis athugað þann möguleika og sett af stað mörg verkefni. Og á hugvísindasþingi langar okkur að skoða þetta aðeins nánar og við höfum þess vegna skipulagt málstofu réttlæti og mismunun og hlutverk hugvísinda í ljósi þessara vandamála. Og við leituðum til Jafnréttisskóla Sameinuðu þjóðanna, GEST, sem starfandi hér á hugvísindasviði við Háskóla Íslands og fengum þau til liðs við okkur við að skipuleggja þessa málstofu. Og Erla Hlín og Pétur Valdorf, starfsmenn stofnunarinnar, að taka þátt í málstofunni og líka það er Giti Chandri frá Delhi og Ekram Mohammed frá Addis Ababa og öll erum við að fjalla á einn eða annan hátt stór samfélagsleg vandamál og þá spurningu hvort að hugvísindi hafi eitthvað fram að færa sem að getur verið eða stuðlað að lausn þessara vandamála.